leikurinn byrjaði. Heldur betur, frábær sóknarna á HK sem að Birnir Breki gerði fyrst mjög vel, kom honum á Atla Þór sem að færða hann út til vinstri. Hér eins og Karl Frillur með settinguna á teginn og hér eru Víkingar búin að refsa. Nico Hansen er að gera 4. mark sitt á leiktíðinni og þetta er það sem að ekkert lið gerir betur heldur en Víkingar að refsa fyrir að nýta ekki færin gegn þeim og fyrirlið stígur upp. Smettur hún minneti eftir sendingu fara á Karli Friðlefi Gunnarsinni. Víkingur 1, HK 0. Nákvæmlega, þetta er aðalótt sem þetta gerist. Þegar þú klikkar döðafæri það er andil beint í hann. Markaðasti leikmaður HK en þarf að spila eða sem djúpur miðjumaður hér í fjarveru manna. Birnir Breki með frábæra sendingu, Atli er inn á tein, Atli í döðafæri, Atli Þór leggur upp fyrir markið, hér kemur jöfnunarmarkið, já, þeir eru búin að jafna hér, gestirnir, og það er George Nunn sem er að skora fyrsta mark sitt á þessari leiktíð, írski englendingurinn, hinn 22 ára gamli, eftir að Atli Þór Jónasson gerði frábærlega. Náðu að taka boltan það niður og hafði betur gegn Gunnari Vatnamar í teiknum, sett hann þvert fyrir markið og George Nunn kláraði mistök hjá Gunnari þarna. Mjög vel gert hjá Atla en þetta er út á karakteri. Það er skynsamlegt fyrir Víkinga að reyna að fara hægra með en þeir fara hins að vinstra megin og Daniel Djuric sloppið niður í gegn, kemur með sendinguna og hér er markvarslan en boltinn hrekkur aftur helgi Nico Hansen og það er við Vetju og Víkingar er að ná fórustunni hér þegar að rétt rúmar 5 mínútur eftir að þessum fyrri hálfleik. Nico Hansen fagnar þessu marki eins og sé hans. Hann átti skotið sem að Stefán reddi sér á boltan, Stefán varðan og hrökk aftur í Nico Helgi og þaðan í netið. Víkingur 2, HK 1. Hér sjáum við þetta Daniel Djuric með sendinguna, Nico og ómögulegt að sjá hann að igjen. Kristján Snær verður að fara að finna leiðin að stoppa hann Ara. Daniel, og þá Gísli með sendingu inn á teginn hér. Komum í burtu, ekki langt. Ari með snúningin og Ari að skora 3. mark Víkinga hér. Er að skammt til hálfleiks og HK hreinlega brotna hér á síðustu mínútum fyrir hálfleiksins meðan að Íslandsmeistararnir ganga svo sannarlega á lagið. Ari Sigurpálsson. Það er hann Gísli Gottskálk með snertinguna. Nico tekur hann niður á grassið og sendingi frá hann er ákveðin en nær út á Ara sem er ekki rángstæður. Ari kemur inn á teginn, leggur hann hér tilbaka og Helgi Guðjóns takk fyrir er mættur. Varamannana er mættur hér til þess að klára þetta endanlega fyrir Víkinga. Gerir hér 7. mark sitt í bestu deildinni á þessari leiktíð. Víkingur 4, HK 1. Þeir get ekki hann aðeins legið. Arnar Gunnlaugsson og Sölvi Geir Ottesen yfir þessu því þetta virkar alltaf. Það er alveg galið. Það þurfti ekki mikið spammandi að spá þessu en hann er akkurat maður til að klára Friðleif. Allir hotspinnu sérfræðingandi farnir af velli þannig að Viktor Örlur fær það embætti núna. Sér frá nærsvæðið og Daði átti skallan hann á nær, náðu ekki að setja hann á markið. Davíð Örn síðan lyftur hún inn á teginn og hér er skallinn og hér kemur 5. markið. Gunnar Vatnamar gerir það, gerir annar mark sitt á leiktíðinni. Færeyingurinn skilar þessu í markið og Víkingar að skora sitt 5. mark hér í kvöld. Það er óhætt að segja að það sé eiginlega verðskuldað með hvernig þessi síðari hálfleikur hefur spilast að Víkingar sé að skora nokkuð mörk. Þeir hafa gríðarlega yfirburði hér.